Með því að tala ensku við þá sem eru að læra íslensku fólki haldið utan við samfélagið, segir íslenskukennari á Ísafirði. Breskur nemandi á íslenskunámskeiði hefur náð góðum tökum á málinu þrátt fyrir að hafa aðeins komið einu sinni áður til landsins. Árlega stendur Háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði fyrir íslenskunámskeiði. Ég ákvað að læra íslensku af því að mér finnst tungumálið mjög falleg. Af því að ég að rannsaka Hálfdán ég doktorsnemi frá Bandaríkjunum. Kannski mig langar að búa hérna einhvern tíma. Mér finnst gaman að ferðast á Íslandi. Þetta 10. skiptið fyrir mig á Íslandi núna. Margir nemandanna hafa komið oft til landsins. Amy þó undantekning. Hún hefur komið einu sinni áður og dvaldi þá í viku. Ég var að hlusta á íslenska tónlist og já, mér hefur alltaf fundist gaman að hlusta á svona tónlist og já, ég bara ákvað að læra tungumáli. Hvaða tónlist var það þá helst? Auðvitað Sigur Rós. Hvað finnst þér erfiðast við að læra íslensku? Þegar fólk að skipta yfir í ensku. Og engum greiði gerður með því. Þú heldur í rauninu fólkinu fyrir utan málsamfélagið, utan íslenska menningu, með því að hleypa því ekki inn og hjálpa því að læra íslensku. Íslenskan virðist liggja vel fyrir hlédræga myndhöggvaranum Amy, en íslenska fyrsta erlenda tungumáli sem hún tileinkar sér. Hlustar á íslensku í vinnunni? Já, stundum. Útvarp. Já. Já. Hvað hlustar á í útvarpinu? Rás 2. Jæja, Elín Björk, haustið að komast